Næst hún Helga Birgisdóttir, ljósmóðir og hjúkrunarfræðingur og ég veit ekki hvað gleðigjafi, broskona. Hún ætlar að koma og halda smá tölu. Komið sæl. Helga Birgisdóttir heiti ég. Ég ákvað að hafa þetta skrifað á blaðræðina mína svo ég myndi nú ekki missa málið ef ég yrði of væst. Það hefur gerst svona þetta farið svolítið. Já, ég er bara mjög þakklátt að vera hérna því að það er gott að vera hér í hópi vakandi fólks sem eru vilja til að stöðva leik lyfjarisana. Sá leikur er engin barnaleikur, meira í takt við rússneska rúllettu. Við sem hér erum deilum sameiginlegri ástríðu fyrir mannréttindum og velferð barna. Sum okkar lenda í skammarkrók netmiðla og vinir hverfa. Já, það reynir oft á. Leyfið börnunum að koma til mín, sagði frelsari mikli, og ekki ólíklegt að hvert og eitt okkar hugsi svipað. Frelsarinn boðaði frið, frelsi og kærleika, líkt og við gerum í friðargöngunni. Ítrekað hafa mannréttindi barna verið fótum troðin. Yfirvöld hafa samþykkt strangar reglur með alvarlegum afleiðingum á heilsu og velferð þeirra. Skólastarf er truflað og heilbrigðum börnum skipað reglulega í sóttkví án vísindalegra röksemda. Þau eru þvinguð í test. Hinna þarf að tróða langt upp í nef til að fá að taka þátt í lífi og leik. Sum fá blóðnasir. So what? Ímyndið ykkur streituna meðan beðið er eftir svari, en hvort mæta megi keppnina eða hvað það er sem tilhlökkunin snýr að. Hvernig stendur á því að heilbrigðisstarfsfólk stígur ekki fram? Það þarf ekki mikið common sense til að sjá skaðan sem barn er útsett fyrir. Má ég taka þátt í keppninni? Hvenær má ég fara út að leika? Leika við Siggu? Af hverju er ég hættuleg? Gerði ég eitthvað rangt? Börn eru múlbundin með grímum og brosinu þeirra. Besta vítamíninu er stolið frá þeim, eins og jólunum. Grímur eru grimmar, þær ýta undir einsemd og vanmátt og halda engu frá nema frelsinu. Dauðinn fær nú alla athygli, allt snýst að forðast veikindi og lífið er dauðans alvara. Ekki skrýta að þau suðum sprautu þegar þeim er sagt að þá verði lífið aftur leikur. Engan skyldu undra, fjallháa umsóknarbunkan á Bugli, geðdeild barna. Það er mikið að gera í sprautuhöllinu þessa dagana. Verið að undirbúa partí fyrir krakkana. Hálfgert Halloween þema. Allir með grímu og engi veit hvaða skelfing býr handan við hornið. Og hér er því miður ekkert í plati. Auðvitað vill engin börnum illt og því biðlaði til foreldra að kynna sér málum vel áður en þau þiggja boð í partíð. Ég er nokkuð viss að ömmur og afar vilja líka sprautumáli mikla sé skoðað út frá velferð barna, ekki gamalmenna. Á heimasíðu covid.is má nú sjá tölur í janúar sem sýna að tvíbólusettir eru næstum 2-falt líklegri til að smitast en óbólusettir. Já, merkilegt. Eru sprauturnar hættulegar? Dr. Sukarit Bhakti er á meðal fjölmargra sérfræðinga sem benda á tilraunefnin valda því að ónæmiskerfi líkamans ræðst á líffæri og slíkt muni sennilega koma sterkast fram hjá þeim sem hafa sterkt ónæmiskerfi fyrir. Það er hjá börnum og ungu fólki. Það getur tekið nokkur ár fyrir aukaverkanir að koma fram og óvíst að tenging við tilraunefnin verði viðurkennd. Hvernig geta heilbrigðisstéttir hundsað rannsóknir á milljónum barna, meðal annars í Svíþjóð, Þýskalandi og Kanada, sem sýna að fátítt er að börn veikist alvarlega, þrátt fyrir litla sóttvarni jafnvel, og ekkert traust óbólusett barn hefur látist COVID. Eins er það hér á landi og hrakspár sóttvarnalæknis hafa hvorki haldið vatni né vindi í heil 2 ár. Það getur verið dauðans alvara líka að sprauta börn sem búin að fá COVID eða eru með það eða eru að fara að fá það, segja heiðarlegir læknar.
Af hverju ekki að mæla mótefnin vera áður? Af hverju ekki? Ef liggur svona á. Tugir tilkynninga hafa borist Lyfjastofnun vegna aukaverkana á börnum. Af hverju að trúa Pfizer sem fékk stærsta dómsögunar, $2,3 billjónir fyrir að falsa rannsóknarniðurstöður samkvæmt skýrslu frá því í september 2009 og þeir hafa hátt á 100 annar dóma á bakinu. Já, það má spyrja sig. Að missa starfsleyfi? Nei, ekki benda á mig, segja þeir og æfa lyfjakórinn. Þeir eru hörkuduglegir og sjá því sjálfur rannsóknir á nýjustu neysluvörunni sinni, sem komin til að vera. Regluleg áfylling í kroppin og einhverja mánaða fresti. Dásamlegt. Ef þú vilt lifa, segja þeir. En úps, ef þú deyrð eftir sprautu eða færð alvarlega aukaverkun, skaða á hjarta og æðakerfi, taugakerfi, æxlunarfæri, líffærabilanir, þá hætta að væla. Við erum öll í þessu saman fyrir samfélagið. Og lyfjakórinn réttir ekki krónu í bætur. Þetta minnir á heilagt páfaveldi. Hirðmenn í hverju horni gæta þess að reglum æðstu presta sé framfylgt. Engin spilling og allt svo vel meint. Efist eigi á ekki við þegar tilraunalíf að ræða. Talidómið var lyf sem á síðustu öld þótti brilljant að gefa konum á meðgöngu. Fullkomlega örugt móður og barni, sögðu sérfræðingar. Tók ekki nema 5 ár og þúsundir alvarlegra fatlara barna að fá lyfið tekið úr umferð. Nú segja ljósmæður á Íslandi að fjöldi andvana fæðinga hafi aukist meira en 100% á síðasta ári. Er einhver rannsókn í gangi það? Er verið að tilkynna það eins sem mögulega aukaverkun til Lyfjastofnunar? Ekki svo best ég viti. En ég veit náttúrulega ekki allt. Hvað með langtíma áhrif? Einhver skyggn í heilbrigðisstétt sem veit það? Mikil aukning nú víðum heim á ýmsum alvarlegum öndunarfærasjúkdómum ungra barna sem afleiðingu sóttvarnaregla. Á misjöfnu þrífast börnin best ekki sprittinu. Stofufangelsi voru ekki komin í tísku þegar ég var krakki og ég mætti í skólan ef hitamælirinn leyfði. Nú ef maður þurfti að vera heima, það var malt eða kók og knús hjá ömmu í boði. Those were the good old days. Hver manni geti þessu? Væri ekki stórkostlegt ef Þórólfur, sem segist menntaður í lýðheilsufræðum, nýtti sér þá menntun. Hann gæti mælt með stórum skömmtum af D-vitamíni, útiveru og skemmtilegheitum. Börnum til heilsueflingar. Why not? En á meðan hann upptekinn við annað, hvetji foreldra að hundsa ómennskar sóttvarnir. Sem eru í raun hættulegasti sýkillinn. Ég spyr heilbrigðisstarfsfólk. Hefur þú kjark til að sleppa meðvirkni og hefja vísindarlegar umræður á þínum vinnustað? Hefur þú staðið því að tilkynna til Lyfjastofnunar mögulegar aukaverkanir þessara tilraunarefna? Hverju ætlar sá sem styður hættulega tilrauna barna að svara þegar það spyr: Af hverju léstu gera þetta við mig? Mér var sagt það, er of barnalegt svar til að bjóða jafnvel börnum upp. Ung börn eiga lítinn séns á að bjarga eigin skinni í þeirri klikkun sem á sér nú stað. Vendum þau, við getum það. Takk fyrir mig.